Í þessum umræðu ætlum við að tala um vafrann. Þannig að núna þegar við vitum hvernig við getum heimsótt vefsíður með því að vita lén eða slóð vefsíðunnar, þá þurfum við næst að tala um forritið sem við notum til þess að komast á internetið. Í iPadum notum við internetvafran sem heitir Safari. Safari er táknaður með 8-vita merkinu og ef við ýtum á hann þá opnast stafurinn okkar og hann lítur einhvern veginn svona út í fyrsta skipti sem við opnum hann. Og hérna uppi erum við með mikilvægustu atriði vafrans á einni stiku og fyrsti hluturinn sem ég langar að tala um er leitarstikan. Og leitarstikan er þetta stóra box hérna í miðjunni og ef við ýtum á það þá getum við núna stimplað inn slóð vefsíðu eða við getum leitað gegnum leitavélina Google. Og núna til að nefna dæmi um eina vefsíðu til að heimsækja, ef ég vil heimsækja vefsíðu Ríkissjónvarpsins, þá fer ég á slóðina ruvaf.is. Ég stimpla hana inn og ýti á enter að þá einmitt heimsæki ég vefsíðu RÚV í vafranum mínum. Og núna birtist allt innihald vefsíðuna hérna fyrir neðan sem ég get flætt í gegnum. Og ef ég vil til dæmis lesa einhverja frétt þá get ég ýtt beint á fréttina og þá fer ég á næstu undirsíðu RÚV. Og við munum tala betur í næstu myndböndum hvernig einmitt slóðir virka. Þannig að núna er ég á þessari frétt og ef ég vil fara tilbaka á síðuna sem ég var á undan þessari þá nota ég örvatökkuna á stikunni hérna uppi. Þannig ef ég ýti núna tilbaka þá verð ég tilbaka á fyrri síðuna og síðan get ég farið áfram á næstu síðu. Og ef ég vil heimsækja aðra vefsíðu núna eins og til dæmis Wikipedia, stimpla ég inn slóðina fyrir Wikipedia, wikipedia.is, ýti á enter og nú er ég komin á vefsíðu Wikipedia. Þannig að svona notum við vafran. Við heimsækjum vefsíður gegnum leitastikuna eða við getum leitað einhverju á Google beint gegnum leitastikuna og svo heimsækjum við ýmsar vefsíður.